Þá langar mig að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin hingað í dag á fyrirlesturinn Ber það sem að eftir sexting, hefndarklám og netið. Og mig langar að bjóða sérstaklega velkomin þau ykkar sem að horfa á annan fyrirlestur af skjá, þar að segja að horfa á upptökuna af þessum fyrirlestri. Og mig langar að láta ykkur vita, ég mun hafa þetta svolítið gagnvirkt. Mér finnst langskemmtilegast þegar umræður virkjast í sal, ég mun kasta spurningum fram og þess að þar. Þannig að þið sem eru að horfa á upptökuna, ég mæli sérstaklega með því að þið pásið þá og takið umræðina í ykkar hópi. Þá fáið þið langmest út úr þessu efni. En áður en lengra haldið þá ætla ég aðeins að kynna sjálfa mig. Ég heiti Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, eins og hér stendur, og fræðsla eru svona mínar ær og kýr. Og kannski kannist þið við sumt fræðsluefni sem ég hef gert í gegnum árin. Þar ber að minnast á til dæmis Fáðu já, stuttmynd sem ég gerði munin á ofbeldi og kynlífi, og í kjölfari var gerð framhaldsmynd fyrir örlítið yngri aldurshóp, 10–12 ára börn, sem hét Stattu með þér, og gerði sér lítið fyrir og var tilnefnd til Eddunar í ár sem besta barnaefnið, og með það erum við þetta afskaplega ánægð. En þetta fullorðins fræðslan sem núna fara fram, fyrir að fá í raun og veru foreldrapakkan, en ég með krakkapakka, þar að segja sambærilega fræðslu sem sett fram á svona aðeins krakkalegri hátt fyrir þeirra aldur og þroska. Og ég mun tala töluvert reynslu mín af því að flytja krakkapakkan við ykkur og svona segja frá svona, hvað maður að segja, vettvangsrannsóknum mínum meðal barna, og þess vegna ég að minnast á þetta yfir höfuð. En þessi ágæti krakkapakki heitir Þeirra mynd segir meira en 1000 orð. Og það vegna þess að myndir segja sögu. En sagan sem myndir segja kannski ekki alltaf sönn. Það getur verið allur gangur á því. Og til þess að slá þann tóninn í umræðina meðal barna, þá byrja ég alltaf á að segja söguna því þegar ég vann einu sinni með ágætum íþróttafrétta ljósmyndara. En eins og fram hefur komið, ég vann einu svona fréttastofu RÚV, þar þetta íþróttafréttadeild, og þar vann afskaplega metnaðarfullur ungur ljósmyndari sem hafði unnið töluvert vestanhafs í Bandaríkjunum. Og eins og við vitum þá helsta þjóðaríþrótt Bandaríkjamanna hinn svokallaði ruðningur. Og þetta ætlaði þessi ágæti vinur minn að fanga. Mætti spenntur á ruðningsleik og ætlaði að taka ódauðlega íþróttafréttaljósmynd af 2 ruðningshetjum á hátindi leiks. En það fór ekki betur en svo, þrátt fyrir metnað vinar míns, að þegar maður sér myndina, þá dettur mann ekki í hug ódauðlegt íþróttaafrek. Heldur þvert á móti, dettur mann eiginlega helst í hug einhvers konar heiftarlegar meltingatruflanir. Þessi mynd gleður börnin, blessuð börnin, alltaf ósegjanlega mikið. En eins og þarna stendur, myndir gefa ekkert alltaf rétta mynd af aðstæðum. Það segja ekki alltaf söguna sem ljósmyndarinn lagði upp með að segja og hvaðan af síður sá sem á myndinni sést. En það ekki ósekju að ég að tala myndir við ykkur. Við erum uppi á afskaplega myndrænum tímum. Við erum í raun og veru uppi á þeim tímum þar sem stærsti myndmiðill sem mannkynið hefur alið af sér orðinn svo gott sem alltumlykjandi. Samkvæmt þessum rannsóknarniðurstöðum sem eru að vísu orðnar 2 ára gamlar, þá var 99,2% af fullorðnum að nota netið daglega eða nokkrum sinnum á dag. Ég ætla að gerast svo kræf að halda því fram að þetta hlutfall sé komið nokkurn veginn upp í 100%. Og þá kannski ekki úr vegi að spyrja hverjir eru nettengdir akkúrat núna? Já, það ekki að spyrja allt. Þetta afskaplega vel tengdur hópur. En hverjir stunda bankaviðskipti á netinu? Já, það réttir hver einasta hræða upp hönd. En hverjir hafa einhvern tímann googlað sjúkdómseinkenni á netinu? Það eru ófáir. Þá ættu nú að kannast við þetta. Checking your symptoms on Google and accepting the fact you're going to die. Þetta reglulegur viðburður á mínu heimili. Ég á 16 ára stjúpdóttur sem má ekki svo mikið sem hnerra.
þá er hún búin að googla sig niður á eitthvað banvænt sem hún haldin. Það ávallt bráðdrepandi, sama hvað það er. En blessunarlega þá er það jú aldrei raunin. En netið er jú þessi yndislega upplýsingakista sem geymir allt milli heimins og jarðar og þangað leiti við svara í nútíma lífi við hér bil öllu. Og ég með þess vegna finnst mér svo leiðilegt hvað það er mikil svona neikvæðni slagsíða oft sem einkennir umræðum netið og sérstaklega netið og börn. Mér finnst ég ekki hafa lesið frétt börn og netið sömu andrá undanfarin misseri öðruvísi en orðin neteinelti hafi komið við sögu og ekki misskilja mig. Neteinelti er gríðarlega alvarlegt mál sem okkur ber að sjálfsögðu að taka mjög föstum tökum. Hins vegar grunar mig að það sé svona stundum slitið úr samhengi vegna þess að það kannski skapar æsilegri frétt eða eitthvað slíkt. Þess vegna vil ég leita til upprunans og ég vil athuga hvað börn segja sjálf einelti og netið. Og hér eru þau spurð, hefur þú orðið fyrir einelti síðastliðna 12 mánuði? Þetta er að vísu niðurstöðu frá 2013 en einhvað síður þar sem við byggjum þessa glæru á. Þannig eru 81% íslenskra barna segjast aldrei hafa upplifað einelti í skólaumhverfinu. Og eftir þessi stikurnar verða dekkri, þá erum við að tala börn sem hafa einhverja reynslu af því og þessar allra dekkstu rákir þarna að enda, það eru börn sem eru að upplifa það reglulega eða jafnvel daglega. Og ef við fikrum okkur svo yfir á netið, þá eru 91% íslenskra barna sem segjast aldrei hafa upplifað neitt einelti þar. 4,8% segjast hafa upplifað eitthvað einelti en sjaldan og ennþá færri sem segjast hafa upplifað einhverju marki. Og ef við fikrum okkur svo yfir í farsímana eru 95% íslenskra barna sem segjast aldrei hafa upplifað neitt einelti þar. Og afskaplega lítill hluti sem segir en sjaldan. Og mér finnst bara mikilvægt að halda þess til haga. Mér er mikið mun að hafa jafnvægi í því efni sem ég set fram. Og að því að svona staðreyndir að börnum virðist líða upp til hópa vel á netinu, þeim er sjaldan slengt fram, þá er mér sérstök ánægja að segja frá því að flestum börnum virðist líða ágætlega á netinu. Og meira að segja, getur það verið svo að samfélagsmiðlar hafi jákvæð áhrif á félagsmótun unglinga. Þetta er að vísu bandarísk rannsókn, en ég leyfi mér að ætla að það að nota Twitter í Ohio og nota Twitter á Ísafirði sé nokkurn veginn sambærileg upplifun. Kannski smá menningarlegu blæbrigðamunur, hugsanlega, en nokkurn veginn sami hluturinn. Og hér segja 58% bandarískra unglinga að notkun samfélagsmiðils hafi dýpkað samband þeirra við aðra manneskju. 65% segja að notkun samfélagsmiðils hafi látið þeim líða betur með sig og styrkt þeirra sjálfsmynd. Og heil 80%, og þetta finnst mér fallegasta staðreyndin á þessari glæru, segja að hafi þið orðið vitni einhverju misjöfnu í garð annarra manneskju á samfélagsmiðli eins og illkvittunar athugasemdar eða einhverju slíku, það hafi stigið fram og varið viðkomandi. Og okkur er mjög tamt að heyra það að netið svona drægi fram það versta í mannlegum samskiptum og ég get kvittað undir það þegar nafnleysi er annars vegar. En á samfélagsmiðlum erum við flest undir nafni og mynd. Þannig að mig langar að gæla við þá kenningu að hugsanlega verði samfélagsmiðla væðing netsins til þess að jafnvel hreinsa upp og betrumbæta samskipt okkar til langs tíma litið. Það væri að minnsta kosti óskandi, ekki satt. En ef einhver bar þann ótta í brjósti komandi hingað í dag að ég myndi mála skrattan á vegginn og útrópa netið sem grílu, þá getur sá hinn sami andað léttar núna. Því það er ekki tilgangurinn með þessu. Mér þykir sjálfur persónulega mjög vænt netið, get ekki hugsað mér lífið án þess. En ég veit að það er sumt sem við getum gert betur. Sérstaklega hvað varðar svona tækninýjungar og þróun og annað sem snýr að börnum, okkar óhörðnuðu sálum. Og þá víkur talinu að fyrra lykilorði dagsins, sem er þetta sexting. Sexting er samsett úr 2 enskum orðum. Og nú langar mig að sjá ykkur spreyta ykkur á því, hvaða 2 ensku orð haldið þið að liggi til grundvallar orðinu sexting? Kynlíf og dagur.
Sex og texting, vel gert. Ég fæ yfirlega sexual, heyrðu það rétt hjá, sex og texting. Ég var að halda þennan fyrirlestur í ónefndum skóla á höfuðborgarsvæðinu og þau mitt sögðu sex og texting og ég segi já, þau eru rosalega nálægt með sex, sko, það er alveg svakalega nálægt og þá voru þau bara 7. En sexual er sem sagt orðið, sexual texting. Þannig að þú varst alveg á réttum slóðum. Og það er vegna þess að hér að ræða kynferðisleg smáskilaboð. Oft ljósmynd, en þarf þó ekki að vera. Bara ef ég skrifa kynferðislegan texta og sendi ykkurum, þá er ég alveg strangt til tekið eitthvað sexting. En að því að ljósmyndir hafa oft svona afdrifaríkari afleiðingar, þá ætla ég að halda mig við þær, sem eru sem með þennan kynferðislega undirtón. Þetta helst mjög sterklega í hendur við snjallsímanotkun. Þannig að við sjáum það að eftir sem snjallsímanotkun færist neðar í aldursræðirnar, þá eru sextingmál tengd sífellt yngri börnum að koma upp. Og þessi guli draugur kemur mjög gjarnan við sögu í sextingmálum. Ég er persónulega með þennan draug í símanum mínum. Hverjir eru með þennan draug í símanum sínum? Þá veit maður hvað þið eruð að gera. Nei, grín. En fyrir þá sem ekki rétt upp hönd, þá er þetta Snapchat, sem er forrit sem leyfir mann að senda mynd eða myndskeið til annars notanda og það virðist lifa á skjánum í 10 sekúndum max og svo virðist það hverfa. En auðvitað er málið ekki svona einfalt. Það er afskaplega auðvelt að afrita Snapchat skilaboð og það eru meira sér til sérstök upp sem leyfa mann að taka upp allt sem ber fyrir augu, Save Snap, Snapbox og annað. Mörg börn eru komin með þessi forrit í símana sína og eru þar af leiðandi í aðstöðu til að safna upplýsingum hvort annað sem geta síðan auðvitað farið á flakk eða verið notuð gegn þeim eða slettist upp á vinskap eða eitthvað slíkt. En 54% ungmenna í nýlegri af vísu bandarískri rannsókn tók á móti eða sendu sextingboð undir 18 ára aldri. Þó að þessar tölur séu ekki íslenskar, þá tek ég fram, ég er búin að fræða mörg þúsund íslensk börn á þessu ári. Og ég hef gert mér far það að spyrja ykkur einasta hópi hverjir þekkja einhvern á sínum aldri sem er annarkvort fengið senda nektarmynd eða senda einhverjum öðrum. Af því það er auðvitað ekki séns að spyrja hver hefur sendt nektarmynd, hei, því þá þetta réttir enginn upp hönd. En það hefur gefið góða raun að spyrja svona, hverjir þekkja einhvern á sínum aldri og gegnum gangandi hlutfalli sem ég hef verið að sjá er 70% sem réttir upp hönd. Og þá skiptir engu hvort ég er að tala við 7., 8., 9. eða 10. bekk og hlutfallið er mun hærra í framhaldsskólu. Þar hoppar það alveg upp í 90 til 100%. Þannig að ég vil meina að þetta hlutfall sé síst minna hér á landi heldur en það er þarna vestanhafs. Og þá kann að vakna $1.000.000 spurningin. Af hverju? Í ósköpunum. Af hverju í ósköpunum eru börn að taka myndir af sínu allra heilagasta og senda sér svona út í tómiða sem síðast á verstu tímum? Kann maður að spyrja sig og það er ekkert að ósekja ég með Fred Flintstone á þessari glæru. Vegna þess að oft upplifir maður sig eins og algjöran steinaldarmann í þessari umræðu. Og nú er ég búin að minnast á þess að blessuð 16 ára stjúpdóttur mína og ég get sagt ykkur það að þegar hún er að lýsa sínum nýja nettengda veruleika fyrir mér þá líður mér oft eins og ég standi þarna á lendaskýlunni með lurkinn minn á leiðinu út á steinhjólið. En það er ekki að ósekju, hún er eina af þessum 10.000 íslensku úlingum sem að tróðust næstu því undir í Smáralind árið þegar kom einhverjar vænstjörnur til landsins og þá fullir ég hafði enginn yfir 17 ára aldrei nokkuð mann heyrt væn. Og þetta var svolítið gott á okkur, finnst mér, sem samfélag. Það opinberaði ekki bara kynslóðabil, heldur kynslóðagjá. Hreinlega, við vitum ekki mikið hvað börnin eru að fást við á netinu í dag og við megum alveg skerpa okkur í þeim efnum. En áður en þið farið að svitna yfir væn og einhverjum nýjum öppum, þá get ég lent ykkur mjúklega í örygginu með það að til þess að svara þessari spurningu, þá þurfum við ekki að vera með tæknina á hreinu. Við þurfum sem betur fyrir ekki að kunna skila á öllu sem er að gerast á internetinu í dag til að skilja hvatirnar á bak við sexting. Því þær eru í raun og veru jafn gamlar mannkyninu sjálfu. Viðhorfsrannsóknir sýna að krakkar líta á sexting sem daður.
Þau líta á þetta sem leið til að koma áhuga sínum á annarri manneskju á framfæri og það ekkert nýtt. Það höfum við gert frá því við vorum einmitt með lurkin í lendaskýlunni. Og hér ætla ég að taka nokkur dæmi, til að hafa þetta svolítið persónulegt, til að taka 3 dæmi það hvernig áhuga var komið á framfæri hér á öldum áður og árum áður en að sexting og Snapchat og allt þetta kom til sögunar. Og ég ætla að byrja á ömmu minni og afa. En þau laumuðust með vasahníf niður í hljómskálagarð, völdu sér tré, skáru út í börkin, hjarta og upphafsstæfi og að sjálfsögðu eilíf ást sem var klár og könnuð og sönnuð og allt það. Og svo það foreldrar mínir, þau kynntust á hippatímabilinu í menntaskólanum við Hamrahlíð, áttu samstæða mokkajakka og létu smíða sér silfurhringi með 5 cm keðju á milli svo þau kæmust aldrei lengra frá hvort öðru. Og það var laumað sér inn á salerni skólans og aðdáunin á hvort öðru játuð þar á veggjum salernisins og ég ekki að ljúga ykkur. Það stendur ennþá einhvers staðar hann kall föður minn, Þorvaldur sexy. Og svo það ég sjálf, ég á þessa efstu mynd. Ég var mjög hástemdur unglingur. Ég skal vera fyrst að játa, ég var mikil dramadrottning, afskaplega misskilin auðvitað að eigin mati. Og þegar ástin knúði dyra í fyrsta skipti hjá mér, þá dugði ekkert minna en frumsamin ástarljóð sem ég og afhenti drengnum sem ég var skotin í og það var ekkert bara eitt, það var alveg hefti sem hann fékk. Og ég mæla ekkert sérstaklega með því, svona eftir að hyggja. Þau voru alveg grafin upp og lesin fyrir mig í fyrra. Og ég bíð eiginlega bara eftir að þau endi á netinu. Það væri svona til að loka hringnum. En hvað sem þau enda, þá verður að segjast að þetta auðvitað eðlileg hvöt. Það eðlileg hvöt að vilja tjá áhuga sinn og koma honum á framfæri við manneskjuna sem maður skotin í og hinn grunnþátturinn í sexting, við skoðum hann aðeins sem nekt, þá nekt líka fullkomlega eðlilegu hluti af því að vera manneskja, rétt eins og þetta. Ég meina við fæðumst nakin, við sjáum nekt í menningu og listum, við böðum okkur ekki öðruvísi en nakin og hér gefur að líta konur sem að hafa það náðugt í gufubaði vegna þess að það verður bara að segjast, það fullt af athæfi sem best yrkað nakin, ekki satt. Þannig að ef þetta nú allt svona eðlilegt, eða alveg eðlilegt að hafa áhuga annarri mannesku og koma þeim áhuga á framfæri og ef að nekti líka fullkomlega eðlileg hluti af mannlegri tilvist, hvað í ósköpunum þá vandamálið? Akkur við þá hér saman komin að fræðast þetta blessaða sexting? Og svar við því í raun og veru tvíþætt, annars vegar snýr það svona lagalegum hliðum málsins, en maður þarf að hafa náð ákveðnum lágmarksaldri til þess að mega taka af sér nektarmynd lögum samkvæmt á Íslandi í dag. Og nú megið þið breyta ykkur aftur, hvað haldið þið að sá lágmarksaldur sé? 18, 15. Mér finnst það hvort tveggja mjög góðar ágiskanir. 15 finnst mér mjög góð ágiskun vegna þess að kynferðislegur lögaldur á Íslandi 15. Þannig að maður myndi ætla að þegar maður má taka ákvarðanir iðkun kynlífs og þá megir maður taka ákvarðanir kynferðislegar myndir, en svo ekki. Nektarmyndir eru ólöglegar af börnum undir 18 ára á Íslandi og ekki bara Íslandi, heldur það alþjóðleg lög. Undir 18 þetta strangt tiltekið barnaklám. Það sem annar hluti svarsins og það legg ég mig fram að segja börnum alltaf þegar að halda þessa fræðslu. Mér finnst þau vera mjög mikið á reiki með þessi skil og þau eru alveg gapandi hissa þegar ég segja þeim þetta. Þau bara bítu. Þannig að ég má sofa hjá því ég er 15 en ég má ekki 16 finn ég er 18. Og maður svona já, þannig raunverulega landslagið. En það sem þau gera sér ekki grein fyrir að ef þau taka af sér nektarmynd og senda einhverjum hana, þá eru þau augum lagana að framleiða barnaklám. Það hinn betri sannleikur. Ef þau senda einhverjum myndina, þá eru þau augum lagana að dreifa barnaklámi og þar sem þau gera sér allra síst grein fyrir að manneskja sem fær myndin í hendur þá komin með barnaklám í fórur sínar. Og þetta eitthvað sem að fæst börn eru búin að kveikja á. Þetta segi ég þeim, en
Hér stóra ennið. Ég læt að jafnframt fylgja með að ef að þau skildu lendi í klandri, taka á sér nektarmynd sem snerist síðan í höndunum þeim, yrði notuð gegn þeim, yrði notuð til að hóta þeim eitthvað slíkt, þá mættu þau ekki halda að ef þau sneru sér til lögreglunar, að þá myndi lögreglan bara hopp, þú framleitir barnakláma. Nú verður þú bara settur í steininn. Það er ekki það sem myndi gerast. Að sjálfsögðu myndi lögreglan reyna sitt besta til aðstoða þau í slíkum aðstæðum, enda myndu þau þurfa mikillar aðstoðar ef að það bæri upp. En einhvað síður gott að vita hver svona lagaleg staða manns er. Ég sagði að væri tvíþætt svar við þessari spurningu og hitt svarið er þetta. 1 af hverjum 4 áframsendir sextingmynd, nánar tiltekið 26% af börnum undir 18 sem fá svona skilaboð áframsenda á 3. aðila. Þetta eru auðvitað samskipti sem að útheimta mikið traust og 1/4 virðist rjúfa þetta traust, þá er svona mynd komin í ákveðna dreifingu og þá snar aukast líkurnar á hún endi eitt góðan viðurdag á netinu. Rétt. Ég lét 10 ára bekk botna þessa setningu og ég sagði krakkar, þá snar aukast líkurnar á myndin endi eitt góðan viðurdag og það var pjakkur á fremsta bekk mjög fljótur til svars bara hjá mömmu og pappa. Og seinna sama dag þá var ég að halda þennan fyrirlestur fyrir framhaldsskólanema og ég alveg og pakkaður salur, 150 unglingar í matsalnum og ég með mæk fremst og ég bara ég verð að segja ykkur hvernig litlu börnin svöruðu bara hjá mömmu og pappa og þá brast út svona taugaveiklunarhlátur hlátur hjá unglingum og þau verður bara shit og maður sá alveg að þau voru öll bara skipt með netið bara ekki mömmu og pappa þar drögum við mörkin sko. En fyrir ekki, varstu með spurningu? Hver er munurinn milli kynjanna á þessum útsendu? Gaman að skulu spyrja því, ég mun víkja talin að því þannig að ef þú heldur þér fast þá kemur svarið bara innan skams. En það er ástæða til þess að tala um það að myndin gæti enda á netinu vegna þess að þá taka við ansi hrollvekjandi líkur. Nánar tiltekið 88% líkur á myndin fari þá á flakk og með flakk meina ég að hún dreifir sér tiltölulega hratt og stjórnlaust yfir á síður sem geyma nektarmyndir og klám og þær eru ófáar. Það talið að sé það bil 30 milljón slíkar síður á netinu í dag. Hér eru fleiri hrollvekjandi tölur. En Internet Watch Foundation fylgdist með nektarmyndum í 3 mánuði, safnaði 4000 slíkum myndum af börnum undir 18 og þar af voru 17,5% sem talið að hafi verið teknar af 15 ára börnum af sér sjálfum, það er að segja self-produced myndir. 7,5% voru teknar af 10 ára börnum af þeim sjálfum. Sífellt fleiri börn eru að gera þetta, birta svona myndir og í meirihluta eru stelpur, miklum meirihluta, 93% nánar tiltekið. Og hér er ágætis skilgreining á sexting úr breskri rannsókn frá breska netöryggisverkefninu. En þetta eru iðulega sjálfsmyndir sem eru sendar úr farsíma með samskiptaforritum á borði BlackBerry Messenger eða Snapchat, en fara það niður á samfélagsmiðla á borði Facebook eða Twitter og þetta elur svo af sér neteinelti og áreitni á þessum miðlum. Ég þarf samt að staldra við og segja eitt. Sexting þarf ekkert að fara illa. Ef sexting er iðkað af aðilum sem eru búnir að ná lögaldri og er að gera það með samþykki sína á milli, þá er þetta ekkert öðruvísi en hver önnur kynhegðun. Og ég sjálfs er ekkert slæmt það að segja. En hins vegar ef að sexting fer illa, þá getur það farið ansi mikið illa. Og ég ætla að halda mig við þessa bresku rannsókn, Bretar hafa skoðað þetta alveg í kjölinn. En þeir töluðu við 120 13–14 ára krakka í svona eigindlegum viðtölum, fóru djúpt ofan í saumana á málinu 2012 og í ljós kom að meðal þeirra aldurshóp þá var bara sexting afskaplega venjulegt fyrirbæri. Það var ekki til þess að kippa sér upp við. Og það sem kom rannsakendunum á óvart var að þetta var fyrst og fremst til að daðra. Þau nefnilega töldu áður en þeir hrintu rannsókninni í framkvæmd að þetta væri kannski fyrst og fremst eitthvað sem pör gera, þið vitið, svona til að iðka sitt tilhugalíf og sína rómantík. En það reyndist rangt. Krakkar eru ofta að senda sín á milli til þess að þreifa fyrir sér, kanna áhuga. Ef ég sendi þessu mynd og hann sendi mig tilbaka, þá var áhugin hugsanlega gagnkvæmur. Og það
var sem sagt hvatinn í mörgum tilvikum. En það reyndist mjög mikill kynjamunur þarna. Og kynjamunurinn var sá að stelpur upplifðu miklu meiri þrýsting að senda af sér nektarmyndir heldur en nokkuð tímann strákar. Og það skýrist af því að strákar eru miklu líklegri til þess að beita slíkum þrýstingi en nokkuð tímann stelpur. Þetta var næstu því svart-hvítt landslag. Hins vegar þýðir það ekki að strákar taki ekki líka og senda af sér nektarmyndir. Það gera þær alveg. Það leiddi þessi rannsókn alveg í ljós. Hins vegar þegar strákar gera þetta, þá er það langoftast sjálfsprottin hvöt. Hugmynd sem þeir fá framkvæmað eigin frumkvæði og oft með það að augna með að fá eitthvað í staðinn, en ekki til þess að verða við sérstakri bón eða eitthvað slíkt. Nú, krakkar óttast skammir og fordæmingu af hálfu fullorðina og þetta verð ég að segja að ég skil þau svo vel þarna. Munið eftir stóra nektarmyndaleka málinu fyrir ári síðan, Jennifer Lawrence, kannistu við þetta? Hún var ekki eina stjarnan, hún var alveg 25 stjörnur sem lenti í þessu, nema hvað að þetta var sérst innbrot í gögn, brotist inn í iCloud og stólið myndum og þeim síðan dreift. En merkilega stór hluti af samfélagsumræðunni í kjölfarið var á þá leið að Jennifer Lawrence gæti nú bara sjálfur sér kennt fyrir að hafa bara yfir höfuð átt þessar myndir og tekið þessar myndir af sjálfur sér. Og nú ætla ég að ímynda mér í smástund, ég er 13 ára strákur. Ég er 13 ára strákur sem er skotin í stelpu og ég teka mér svolítið svona djarfa mynd og ég senda hana og svo fyrir málið eitthvað á böndunum. Snýst eitthvað í höndunum á mér. Það er engin furða, ég óttist að ég sitji uppi með skammirnar og fordæminguna frægasta Hollywood-leikona í heimi sem sendi engum myndina sína. Heldur bara var fyrir innbroti, ef hún situr uppi með skammirnar og fordæminguna, þá er engin furða að það sé ályktunin sem ég dragi. En hér verðum við að vinna þessi hugafarinu. Auðvitað er það ekki þolandi brots sem á að sitja uppi með skammirnar og fordæminguna, heldur að sjálfsögðu sá sem að fremur það. Þannig að þar megum við aðeins taka til hendinni. En góðu fréttirnar eru að krakkar vilja ræða sexting og samskipti, þau fá bara ekki fræðslu. Ég get sagt ykkur að mín reynsla er sú, þegar ég fer með þessa fræðslu í skóla, að þá svoleiðis stendur bunan út úr krökkum að finnur þessa uppsöfnuðu þörf mig áþreifanlega og ég hef oftar en einu sinni verið komin út á bílastæði með svona halarófu af 5-6 krökkum á eftir mér sem eru ennþá bara alveg spennta að spyrja og segja frá sérstaklega. Og krakkar hafa áhyggjur af öðrum krökkum, þau eru að velta fyrir sig mörkum. Það eru allir að þessu en það er enginn að tala um það. Þannig að þessu þurfum við eiginlega að breyta. En er þetta að tala um þetta sér dag og þau eru því bara fyrst og fremst þrýstingur og stelpur að gera þetta? Það er náttúrulega margvíslega... Ég skil, þú ert að spyrja hvort þetta sé daður þegar þetta er þrýstingur. Sko, ég held að sé allur gangur. Ég held að sé ekkert að fullyrða allir séu undir þrýstingi. Ég held að þetta sé líka kannski svona hóp, viðhorf, hjarðhegðun og svona ákveðin tíska kannski. En það er full ástæða til að ræða þetta við íslensk börn einmitt út af þessum niðurstöðum. Hér eru þau spurð hvort þið hafa verið beitt þrýstingi til að senda nektarmynd af sér í ögrandi stellingum á netinu síðastliðna 12 mánuði. Í 7. og 7. bekk, eins og við sjáið, var ekki mikið að mælast, samt 1%, sem er alveg 1% og mikið. Í 8. bekk hoppar þetta upp í heil 7% og kannski vegna þess að þá fá krakkar annan samfélagsmiðla aldur, þar að segja 13 ára markið, hver veit. En því miður er síðan svo að fara minnkandi og í 10. bekk er að búið að hoppa upp í heil 14%, búið að tvöfaldast 100% aukning á síðustu 2 árum grunnskólans. Og þarna sjáum við aftur mjög mikinn kynjamun, sem 3% drengja segjast upplifa þennan þrýsting en næstu því 4-falt fleiri stelpur, 11%. En, ykkur að segja, þá ég farið með þessa glæru líka út til krakka og þeim finnst þetta afskaplega villandi og ruglingsleg spurning, það er mín reynsla. Ég hef oft staðið með þessa glæru upp á vegg og einhver hefur rétt upp hönd og sagt herru fyrirgefðu, þú veist, ég hef alveg oft verið beðin nudes, skilur, en ég meina, þú veist, það er ekkert þrýstingur í það. Og það er ekkert skrítið að þessi spurning kom upp, af því ef þau eru öll að þessu og ef það er mjög viðtekin venja að biðja svona efni, þá upplifa þau það ekkert endilega sem þrýsting. Þannig að ég fór að gera mér það að leika að spyrja, krakkar, ef að spurningin hefur þú verið beðin nektarmynd síðastliðna 12 mánuði, haldið þið að fleiri hefðu svarað játandi og þau bara, það bara fóru allar hendur á loft í salnum. Þannig að mig grunar að meira segja að þetta hlutfall sé of lágt með raunveruleika málsins.
Nú, tæp 9% af krökkum sendu myndið eða vídeo af sér til einhvers sem þau aldrei hitt. Og þetta líka svolítið áhyggjuverð þróun. Lögreglan talar afskaplega tæpitungulaust áhyggjur sínar af þessari þróun og segir hérna: það bara engin leið að stöðva svona dreifingu sem komin af stað og mjög erfitt að hafa upp á þeim sem standa fyrir dreifingunni. Svona mál erfitt fyrir lögregluna, sérstaklega erlendar síður að ræða. Börn og unglingar verða átt að sjá því að leið og eitthvað farið á netið, þá missum við stjórn á því og þetta því allt spurning forvarnir og fræðslu til unglinga. Og þá erum við komin að seinna lykilorði dagsins, sem þetta blessaða hefndarklám, sem ég vil reyndar kalla hrelliklám. Og ég skal víkja talin að því hvers vegna ég kýs það orð frekar. En fyrst langar maður að sjá ykkur aðeins breyta ykkur. Hverju telja sig vita svona sirka hvað þetta blessaða hrelliklám Hvað heldurðu? Hrelliklám. Já. Þegar myndir eru teknar og notaðar gegn einstaklingi, þess að hvaðina getur verið mjög ólíkar. Já. Þeim hótað eða beitti þrýstingi til að gera eitthvað. Ok. Hvernig myndir þá? Nektarmyndir. Já. Sem sagt þegar nektarmyndir eru teknar og notaðar til þess að hóta eða þrýsta á annan einstakling. Já, Gott og vel. Skaðan einhverju leyti. Gott og vel, flott. Allir sammála þessari skilgreiningu? Var einhver með eitthvað annað í huga? Að ná sér niður á. Ná sér niður á einhverjum, gott og vel, já. Hvað segir þú? Það ekki bara þegar myndir sem manneskja sem tekur myndina gæti litið á hana sem vandræðalega í annarri dreifingu en upprunalega var ætlað og myndin komin í notkun af öðrum tilgangi en ætlunin var í upphafi. Já. Var þetta yfirleitt skiljanlegt? Þetta var mjög svo skiljanlegt. Þú ert að tala þess að þegar myndir eru notaðar í öðrum tilgangi en þeim var ætlað og gætu verið vandræðalegar fyrir þann sem á myndinni sést. Það mikil uppsöfnuð þekking hér í þessum sal fyrir alveg að standast öll skyndiprófin sem ég leggja fyrir ykkur. En jú, þeir algjörlega á hárréttum slóðum. Já. Guð gleymi ég alveg brandarann sem ég ætla að lauma hérna inn. En sem sagt, það tvær hliðar á öllum málum. Ef að sexting framhliðin, þá sem sagt hefndarklámið bakhliðin. Og hér afskaplega vel upplýst bakhlið, eins og þið sjáið, sem í raun og veru skýtur svolítið skökku við. Af því að hefndarklám skuggahliðin á sexting. Mér finnst reyndar alltaf gaman að varpa þessari glæru upp fyrir krakka af því það undantekningarlaust svona einn eða tveir í hópnum sem bara þetta svona hinum megin? Vá! Og alveg sjá fram á að geta farið í fjallgöngu upp borun á einhverjum hreinlega. Ég þarf alltaf að valda þeim vonbrigðum með því að það ekki raunin. En jú, þeir voru á hárréttum slóðum með skilgreininguna svo ég víki nú aftur talinu á alvöru málsins. En hefndarklám eða hrelliklám einmitt það að deila nektarmyndum eða myndskeið á netinu án samþykkis þess sem á myndinni sést. Samþykki bara grundvallaratriði eða þegar að segja skorturinn þar á. Nú ætla ég að gefa ykkur annað dæmi. Ef ég á kynmök við einhvern sem samþykkur, þá heitir það kynlíf og í eðli sínu jákvætt. En ef ég á kynmök við einhvern sem ekki samþykkur, þá heitir það nauðgun og í eðli sínu ofbeldi. Og eini munurinn á þessu tvennu bara samþykkið eða skortur þar á. Og það nákvæmlega eins með þetta blessa hrelliklám. Að ef það samþykki fyrir mynddreifingu, þá ekkert slæmt hana að segja. Ef það ekki samþykki fyrir henni, þá erum við að tala hrelliklám. Og þetta villandi hugtak eins og þarna stendur. Fjölmiðlar svolítið duglegir að halda á lofti þessari hugmyndum bitra reiða fyrrverandi makan í hefndarhuginum sem setur svona myndir á neti til þess að koma höggi á sinn fyrrverandi. Þetta gerist alveg og þetta gerist allt of oft því miður. En þegar upp staðið, þá það bara samþykkisskorturinn sem að ræður úrslitum. Það getur verið þjófnaður eins og Jennifer Lawrence varð fyrir og við ræddum áðan. Og þar engin biturð eða hefnd á ferðum. Og svo getur þetta líka verið afleiðing kúgunar eða ofbeldis eins og þarna stendur. Það að segja að ef einhver til dæmis að beita kynferðisofbeldi sem því miður staðreynd í samfélaginu, það til einstaklingar sem gera slíkt.
Ef gerandi myndi taka upp myndavél eða síma og mynda ofbeldi sem hann væri að beita og setja það svo á netið, þá væri það klárlega líka hrelliklám. Af því það væri augljóslega án samþykkis þess sem á myndunum sæist. Þannig að þetta í grunninn og botninn hrelliklám. Ástæðan fyrir ég vil ekki kalla það hefndarklám sú að við hugsum aðeins orðið hefnd. Þá hefnd eitthvað sem maður gerir þegar einhver annar búinn að gera eitthvað á hlut manns. Þá hefur maður eitthvað svona harma að hefna. En það bara í raun og veru rangnefni í öllum þessum málum vegna þess að það gefur ranglega til kynna að þolandinn hafi gert eitthvað fyrst á hlut gerandans og verðskuldi þar af leiðandi að hafi kallað yfir sig þar af leiðandi þessa framkomu. En það auðvitað bara alls ekki raunin. Oft þetta fullkomlega tilefnislaust og auðvitað verðskuldar aldrei neitt ofbeldi. En því miður hrelliklám að henda íslensk börn í þessum töluðu orðum og nú ég fara að sýna ykkur glæruna sem ég veist persónulega átakanlegasta glæran í öllu þessu sjói. En hún sýnir svart á hvítu hvernig málin geta farið. Hér að ræða 14 ára íslenska stelpu. Hún tekur af sér nektarmynd eða myndskeiðraunar sem sýnir kynferðislega tilburði og þetta sendir hún til einstaklings sem hún treystir. Sá einstaklingur reyndist ekki traustsins verður. Myndskeið fór á netið og eins og ég lýsti áðan margfaldaðist, dreifði sér hratt og örugglega yfir á síður sem geyma nekt og klám. Og afleiðingin sú þar sem þetta búið að malla á netinu í 3 ár og þessi stúlka hún 17. Ég tek það fram, hún 17, hún ennþá barn, samkvæmt lögum. En afleiðingin sú ef ég googla þessa stúlku sem var auðvitað tögguð í þessu myndskeiði og fyrir þá sem ekki vita hvað taggaður þar að myndin var merkt henni með nafni, þá afleiðingin sú að ef ég googla þessa stúlku í dag með fullu nafni, þá fæ ég hvorki meira en ég minna en 16.200 niðurstöður sem eru eiginlega allt klám. Og ekki bara hvernig klám sem Við erum að tala þetta myrka, alþjóðlega ólöglega klám sem sýnir jafnvel níð gegn dýrum eða börnum, ofbeldi af alls konar toga og ég fullyrði, enginn hérna inni myndi sjálfvilju leggja nafn sitt við þetta. Og þetta orðið algjörlega órjúanlegur hluti af stafrænu mannorði þessara stúlku. Maður losar sig ekki svo glatt við 16.200 niðurstöður. Þannig að því miður þá verðum við að gera ráð fyrir því að þetta muni fylgja henni. Þetta sé eitthvað sem framtíðar atvinnuveitendur muni sjá, eitthvað sem framtíðar samstarfsfólk, eitthvað sem að, ef hún eignast maka, framtíðar tengdafjölskylda og ef við hugsum ennþá lengra fram í tíman, það ekki útilokað að hennar börn geti eitthvað veðurdag, sé þetta efni. Og í þessu vill auðvitað enginn lenda, þannig að það gefur auga leið að nektarmynd sem lendir í röngum höndum getur orðið alveg gríðarlegt valdatæki eða svona kúgunartól. Og hér einmitt dæmi nýlega sakfellingu. Þeir kalla þetta sextortion á ensku eða kynferðislega kúgun. Hér nákvæmlega svona dæmi. 17 ára stúlka í Bretlandi tekur af sér mynd, djarfa mynd, sendir til einstakling sem hún treystir. Hann reynist ekki traustsins verður. Myndin gengur áfram og endar í höndum þessa manns sem tilbúin að nota hana til þess að kúga þessa stelpu til að taka þátt í gríðarlega alvarlegu ofbeldi gegn sjálfri sér og öðrum. Þannig að því miður, eins og fyrr segir, þá getur ein mynd haft gríðarlega mikið vald yfir þeim sem ræðir. Og þá vaknar önnur $1 million spurning. Ég er svolítið í þessu $1 million spurningum. En þá ekki bara nóg að sleppa því að taka af sér nektarmyndir? Til þess að forðast það að verða nokkuð tíma fyrir svona hrelliklámi. Hvað haldið þið? Smá spoiler alert, svarið alveg stórum stöfum hérna á skjánum. Þannig að ég ætla að umorða spurningun. Ok, af hverju haldið það sé ekki nóg að sleppa þið bara að taka af sér nektarmyndir til þess að gulltryggja að maður verði örugglega aldrei fyrir neins konar hrelliklámi? Hvað haldið þið? Haldið það séu aðra leiðir fyrir nektarmyndir að verða til? Getur verið tekið án þennan vitundar og photoshoppað. Hárrétt. Tölum aðeins þetta photoshop. Nú þarf ég að segja ykkur það að hrelliklám lifir því miður afskaplega góðu lífi á netinu. Þeir sem safna hrelliklámi
þeir hafa svona vissa flokkunar þörf og þar af leiðandi þetta safna hrelliklámi eftir löndum, landsvæðum, árgöngum, skólum og svo til einn undirflokkur sem heitir hreinlega bara fake. Það er ekkert verið að skafa utan af því. Og nú ætlum ég að sýna ykkur mynd frá svona fake síðu á hrellikláms vefsvæði. En hér sjáum við stelpu sem tekur bara fullkomlega eðlilega mynd af sér í rauðum hlýrabor og pilsi fyrir framan spegill. Ekkert athugavert við þetta, hún setur myndina inn á Instagramið sitt eða eitthvað slíkt. En það er einhver sem stelur myndinni þaðan, hendir henni inn á svona fake undirsíðu á hrellikláms vefsvæði og skrifar fake this up please. Og það líður ekki á löngu að einhver annar netverji er búinn að taka þetta verkefni að sér, búinn að photoshoppa þessa stúlku úr að ofan. Og útkoman var svona fljótt á litið það raunveruleg að ég stóð mig að því að skella þessari stjörnu þarna inn til einhvern veginn hylja hennar svona allra sárustu nekt þótt þetta sé ekki einu sinni hennar nekt. Af því ég veit að afleiðingarnar er alveg þær sömu fyrir hana og aðra hrelliklámsþolendur. Nú er hún lent í því að það komi nektarmynd af henni á netið í umferð sem að hún gaf aldrei leyfi sitt fyrir og er eflaust komin til að vera. Og í raun og veru gildir einu hvort myndin sé fölsuð eða ekta, af því afleiðingarnar eru nákvæmlega sömu. Það er nefnilega ekki tilvist myndar sem að meiðir. Það er dreifingin sem að meiðir. Þannig ef við ímyndum okkur að sé til fullkomlega gegn ekta nektarmynd af mér, hún liggi bara í skúffu einhver sem ég treysti, þá er hún ekkert að fara að valda menninum skaða þar. Hún er ekkert að fara að baka henni vandræði onni í skúffu. Hins vegar ef þessi aðili myndi bregðast mínu trausti og setja myndin á netið, þá hugsanlega gæti orðið óþægilegar afleiðingar fyrir mig af því. Þannig að það er ekki það að nektarmynd sé til sem að veldur vandræðum. Það er að henni sé dreift. Þar þurfum við alltaf að setja ábyrgðina. Og það er það sem gerviglámi gerir svo vel. Það sýnir okkur svo vel hvar ábyrgðin liggur. Svona mynd, gerviglámyndir, sýni ég öllum sem ég tala við. Börn, fullorðna og fagfólk. Það er vegna þess að hér sést svart á hvítu, það er ekki við þolandann að sakast, þann sem að myndinni sést. Heldur þann sem dreifði því. Og þá við allt hrelliklám. Svart á hvítu. Var hönd á loft? Já. Já. Ég var að velta fyrir mér, það með allar þessar self-myndi hjá unga fólki. Og það er eins og sérðum til dæmis myndinu sem hún er að setja. Myndin, maður sér bara brjóstið fyrst, þess að byrja með, skilurðu. Og hvað er hún að senda, skilaboð er hún að senda? Sjáðu hvað ég er þín brjóst eða hvað, skilurðu? Já, ef að það er það sem hún vil segja, þá er henni frjálst að segja það, en það er hins vegar ekki frjálst að taka af henni þennan rétt. Þannig að þessa self-æði er að svolítið að gera mikið í þessu. Já, ég er alltaf mjög hikandi við að setja ábyrgð á herðar þolanda. Þolandi má taka af sér myndir í raun og veru hvað aðstæðum sem er, án þess að þurfa að eiga það á hættu að einhver annar eigi við þær myndir, eða breyti þeim í eitthvað annað en þær áttu upprunalega að vera. En vissulega er mjög mikil aukning á alls konar myndefni á netinu og myndvinnsluforritum fleygir sífellt fram. Þannig að möguleikarnir eru að verða svona, meiri og flóknari, en hér er fólk að tala ensku. Það fyllir mann alltaf svona falskri öryggiskennd að þetta sé nú ekki svona hjá okkur hérna innan landsteinana, en ég verð því miður að rjúfa þá sápukúlu og segja að hrelliklám lifi líka góðu lífi á Íslandi. Og ég ætla að sýna ykkur núna skjáskot, ég verð að vara ykkur við. Það er mjög nöturleg svona tilvera sem þarna er lýst. Það er mjög svæsið orðbragð þið bara hafið fengið viðvörun nú þegar. En þetta er sem sagt skjáskot frá svona ókrýndu drottningu íslensku hrelliklámssíðnanna. Hún hefur þrisvar verið framan á Fréttablaðinu. Hún hefur verið í Kastljósinu og öllum þessum helstu sjónvarpsþáttum sem fást við þessi mál. Og hún er þeim eiginleikum gætt að maður sér alltaf hversu margir eru tengdir hverju sinni. Og ég farið inn á þessa síðu á öllum tímum sólarhrings og ég get sagt ykkur það er alltaf á bilinu 100 til 200 manns tengdir síðunni. Aldrei færri en 100, aldrei fleiri en 200 svo ég hafi séð, en það gefur til kynna að það er stór hluti af fólki sem eða hópur af fólki sem er að sækja staðaldri í íslenskt hrelliklám. Og nú ætla ég að biðja ykkur að fá ekki hjartaáfall. Ég ætla að kasta fram uppdiktuðum nöfnum, þetta er sem sagt ekki sönn nöfn. En samskiptin þarna inni byggjast mjög mikið á því að einhver nafnlaus notandi segir eitthvað á þessa leið. Ég er með nektarmynd af Sunnefu Líf 2001 módel í Tjarnaskóla.
Ég læt hann í skiptum fyrir nektarmynd af Helenu Dögg 2002 módel í Sæmundarskóla. Svona eru samskiptin upp til hópa. Og þetta hérna, já, svona hinn betri raunveruleiki sem þarna blasir við og ég ætla ekki að hafa fleiri orð það, ég ætla bara að sýna ykkur skjáskot og ég ætla að fá að lesa fyrir ykkur efstu setninguna þarna sem strákar. Ef við viljum myndir af stelpum yngri en 18, pósta því á Imgur sem svona myndadeili síða eða þannig síðum og deila síðan linkum. Þetta eru þeir að segja vegna þess að þeir hafa brennt sig á því að þessi tiltekna síða vill ekki barnaklám en þeir eru sem sagt að leita leiða til að komast fram hjá því svo þeir geti deilt barnaklámi hver með öðrum. Og hér akkurat svona dæmi eins og ég var að lýsa. Þar segja verið að auglýsa eftir, auglýsa myndir af tilteknum nafngreindum einstaklingum. Og þarna var sem sé fullt nafn, hérna mynd af stúlku sem mjög líklega stolið af hennar samfélagsmiðli. Ég leyfi mér að ætla að þetta sé eitthvað svona hátíðlegt tækifæri, þarna stendur hún upp á klædd fyrir framan fjölskyldumyndavegg, mjög líklega heima hjá sér eitthvað slíkt, kannski eru jólin, hvað veit maður. En myndin stolið, hent hingað inn og svo skrifað með mynd af fullt nafn þessarar stúlku. Frá bæjarfélag sem ég þurrkaði út. Set hann inn fyrir að minnstakosti 2 myndir af gælum frá þessu bæjarfélagi. Og trúiði mér, það saumað mjög að saumum þolendum. Það eru bæjarfélög, það eru skólar, árgangar, götunöfn, stundum samfélagsmiðlatenging, þannig að kemst beint inn á Facebook-síðu, viðkomandi þolanda. Og þegar ég tók þetta skjáskot voru 11 manns búnir að svara og lýsa yfir áhuga á nektarmyndum af þessari nafngreindu stúlku eða stúlkum frá þessu bæjarfélagi. Ég gáði í gær, svörin orðin 79 talsins. Þannig að það mikill handagangur í öskjunni og margir sem vilja komast yfir þetta efni. Ég ætla ekki að hafa þessi neðri 2 eftir þessi innlegg, því þau eru hreinlega ekki þess virði að hafa þau eftir. En maður getur rétt ímyndað sér, nú ég fullorðin manneskja með tiltölulega heilsteypta sjálfsmynd, en ef ég væri á mótunarárum og myndi lesa svona mig hversu gríðarlegt áfall það væri, og þetta væri bara fyrir allra augum á netinu. Það væri alveg skelfilegt að þurfa að upplifa það. Þess vegna fékk ég ákveðið áfall þegar ég hélt þennan fyrirlestur fyrir 9. bekk í ónefndum grunnskóla hér á höfuðborgarsvæðinu í vor og það biðu mín 2 14 ára stelpur eftir fyrirlesturinn. Alveg stóreygar og óðamála. Ég sýni börnum aldrei þetta skjáskot, mér dettur ekki í hug að auglýsa þessa síðu fyrir þeim, en þau vita iðulega allt þennan heim og jafnvel meira en ég. Þessar 2 stelpur biðu mín stóreygar og sögðu það búið að auglýsa eftir myndum af okkur inn á þessari síðu og við vitum alveg að það ekki til neina myndir en þú veist, núna erum við bara sífellt hræddar einhver sé að reyna að taka þér á ykkur, þannig að við erum löngu hættir að fara í sund og við erum löngu hættir að fara í leikfimi og við erum byrjað að skrópa í öllum þessum tímum í skólanum, en við búum með þann ótta og löpum í skólan á hverjum degi með þann hnút í maganum að þegar þær opna hurðina og ganga inn að þá sé einhver búinn að dreifa gerviklámynd af þeim sem sé komin í allra hendur. Og ég horfði á stelpur og ég hugsaði, það alveg nógu flókið bara að vera 14. Þú veist, en að vera 14 og búa við þennan ótta bara einhvern veginn óhugsandi fyrir okkur sem ólumst ekki upp við þetta. Og þess vegna kannski skilur maður að þegar þetta ástand eru óbærilegt, maður búin að búa við þetta í einhverju ár, að þá þetta komin mjög ríkur hvati fyrir að bara taka valdið í eigin hendur. Ef þetta hvort sem eitthvað sem ég mun búa við óttan að muni gerast, að þá bara fjandinn hafi að gera ég það sjálf og á mínum forsendum. Þannig að maður skilur kannski betur þegar maður setur dæmi svona upp hvers vegna 12.000 íslenskar konur og stúlkur gerðu akkurat það, birti af sér brjóstamynd í þessu Free the Nipple átaki í vor sem reiði yfir landið eins og fár, ef svo má orðið komast. Og margar þeirra gerðu einmitt á þeim forsendum það væri að sýna samstöðu með hrelliklámsþolendum og það stóð alveg heima. Vegna þess að 2 hrelliklámsþolendur að minnstakosti stigu fram í íslenskum fjölmiðlum eftir á og sögðu nú brjóstamyndin sem var verið að nota gegn mér og var verið að nota til þess að hrella mig og hóta mér, að núna hún bara dropi í hafið. Þannig að þær upplifðu loksins einhvern veginn frelsi í sínum aðstæðum. Og talandi íslenskar hrelliklámsþolendur, þá eigum við eina hetju sem ég verð að nefna, ég get ekki haldið fyrirlestur á þess að gera henni skil, en það hún Tinna Ingólfsdóttir.
Hún var 13 ára gömul, var félagslega einangruð og fór að leika sér mikið í webcam í nýju tölvunni sem hún fékk gefins frá foreldrum sínum. Komst inn á spjallrásið sem karlmenn fóru að dásama hana og ausa hana lofi hvað hún væri nú falleg og eftirsóknarverð og svona smám saman tældi hana til þess að fækka fötum. Þetta gerir hún í góðri trú og auðvitað bara af þessari sömu viðurkenningarþörf sem allir unglingar hafa til að bera. En þeir reyndust auðvitað ekki traustsins verðir þessi menn og myndirnar flæddu allt netið og áreitt hann í mörg ár. Þegar hún byrjaði síðan í skóla, í MA á Akureyri, þá sagði hún eitt algengasta sem ég fekk að heyra í skólanum var nei, gaman að sjá þig í fötum. Það var eitt algengasta sem hún fekk að heyra. En hún sagði einmitt sínar aðstæður, ég var barn, ég var einmann unglingsstelpa sem þráði fátt meira en að vera venjuleg, vinsæl og vera stelpa sem strákar eru skotnir í. Þó svo ég vissi að þetta ætti ég ekki að gera, það var þráin og löngunin í vinátt og viðurkenningu og sterk, svo ekki sé minnst á öll hvatningarorðin frá vinum mínum á netinu. Það var broti á mér og minni friðhelgi með því að opinbera þessar myndir, bussi frá því hvort ég sendi þær í fyrsta lagi. Þannig að þarna hún aftur setja ábyrgðin og herðar gerandans. Þar á hún að sjálfsögðu að hvíla. Því miður var þessi merkilega baráttukona bráðkvödd fyrir 2 árum síðan, en það var ekki sem afleiðing af þessu ofbeldi, þótt auðvitað sé svona streita sem fylgir þessu áreiti, mjög mikið álag á kerfið. En því miður hafa þolendur hellikláms fallið í valinn og hreinlega látið lífið, sem bein afleiðing af því sem þeir urðu fyrir. Hér eru nokkrir þolendur sem að einmitt týndu lífinu og mig langar að byrja á því að biðjast afsökunar á fjarveru drengja af þessari glæru. Það er ekki vegna þess að drengir verði ekki fyrir helliklámi. Þeir verðað alveg að vísu í mun minni mæli en stúlkur, en það gerist. Hins vegar hefur ekkert mál sem varðaði dreng orðið að stóru fjölmiðlamáli og þess vegna þarf ég að halda mig við þau sem að hafa orðið það. En ég ætla að byrja á stúlkunana efst í hægra horninu. Þetta er líklega frægasta andlitið í þessum málaflokki. Er einhver sem kannast við þetta andlit? Já, Amanda Todd, hárrétt. Hún var 13, rétt eins og hún Tinna Ingóls. Hún var að leika sér í webcam, heimi á vinkonu sinni og þar er kall sem manar þær til að flassa, þar að segja sína á sig brjóstin. Og Amanda Todd segir, glæpan? Nei, ég er ekki að fara að flassa þig. Og það endaði með því að þessi maður var sífellt svona rættnir og andstyggilegri og spilaði á hann og bara ó, þú þorir ekki. Já, þú ert náttúrulega bara 13. Örugglega ekki einu sinni komin með brjóst. Og að lokum tókst honum að espa hann upp í það að flassa. Sem hún gerir í sekúndubrot telur að það geti nú varla haft teljandi áhrif. En 1 sekúnd er nóg til að ná skjáskoti sem þessi maður gerði. Og hann byrjaði að kjölfæra alls konar hótanir og reyndi að fá hana undir sinn hæl. Og þegar það tókst ekki, þá dreifði hann myndinni á alla sem Amanda Todd þekkti. Því hann vissi samfélagsmiðlatengingun hennar, þannig að hann gat svona séð vina netið. Og í kjölfari upphófst svakaleg drusluskömmun, eða svona slutshaming, allur skólinn stimplaði Amandu Todd sem druslu, hún missti alla vini frá sér, varð svona félagslega holdsveik og að lokum var ákveðið þegar foreldrarnar komust að þessu að hún þyrfti að skipta skóla. Og þar leit þetta nú út fyrir ætla að batna. Fá að byrja með hreint borð og svona fá hana tækifæri. En þessi ofbeldismaður var ekki af baki dottinn, þannig að þegar Amanda Todd var byrjuð í nýja skólanum, hún var aðeins farin að eignast vini, þá stofnaði hann Facebook-síðu og setti þessa brjóstamynd í profile picture og sendi öllum í nýja skólanum vinabeiðni frá þessari síðu. Þannig að allir fengu myndina í hendur á nýjan leik. Þarna reynir Amanda Todd að fremja sjálfsmorð, en það mistekst og hún er sett í 3. skólan. Nær aldrei flugi þar, andlega hliðin orðin og löskuð og að lokum 15 ára gömul þá tekst henni endanlega að svipta sig lífi. Og í ljós kom eftir andlát hennar að það var 35 ára gamall hollendingur sem hafði í 2 ár verið að dunda sig við þetta, að murka lífið úr 13 ára barni. En Amanda var ekki einum að vera 13, Hope var líka 13, hún og Jessica sem er í miðjunni, eða mjög svipaðar sögur, þær eignuðust bara kærasta. Það var nú ekki flóknar en það. Og kærastinn vildi eiga þeim nektarmynd. Það var nú ekki flóknar en það. Þessi saga gæti hafa gerst á Íslandi og er að gerast á Íslandi, í raun og veru. En þær létu undan og sendu kærastanum sínum nektarmynd og ég ætla ekki að gera kærastanum upp illar hvatir. Bara taka það skipt fram. Ég er nokkuð vissum að kærastinn vildi bara monta sig við besta vin sinn af því hvað hann ætti nú
sjóðheita kærustu. En það nóg áframsenda á einn. Ef allir áframsenda á einn, þá endar myndin hjá öllum og það það sem gerðist hjá bæði Hope og Jessica og í kjálfarið byrjaði drusluskömmun og ógeðslegt einelti, mjög líkamlegt í tilfelli Hope til dæmis. Hún var margoft skilin eftir læstin í skáp á göngum skólans þar sem enginn fann hana fyrir mörgum tímum síðar. Og eftir ákveðið álagstímabil þá létu þær báðar í minnipokann og sviptu sér lífi. Og svo það hérna Rita og Audrey. Þær eiga mjög svipaðar sögur. Rita var 16, Audrey var 15, þeim var boðið í partí. Í partínu drukku þeir eitthvað sem gerði þær meðvitundarlausar og meðan þær voru meðvitundarlausar þá var fólk sem klæddi þær úr, tók að þeim nektarmyndir, beitti þær kynferðisofbeldi og svo fór allur pakkinn á netið og þær auðvitað takkaðar í myndunum. Þannig að það er sama sagan. Það var mikið einelti í raunheimum en internetáreitið var eiginlega það sem reið baggamuninn. Það var mikið af óhugnanlegum skilaboðum og hótunum og alls konar áreiti sem beið þeirra þar. Þannig að lokum þá sviptu þær sig líka lífi þessar stúlkur. Og það er ein hjartaskerandi staðreynd sem sameinar þær allar. Og það er að þær leituðu í raun og veru ekki til fullorðins einstaklings með þessi mál. Það er smá undantekning að Amanda Todd átti foreldra sem komust að þessu. Hún leitaði ekki til þeirra sjálf, henni kom það ekki til hugar. Og með hinar stúlkurnar þá báru þær meira að minna sinn harm í hljóði. Og eftir sitja foreldra sem vildu þær hefðu bara vita að það væri eitthvað eins og hrelliklám sem þeir þyrftu að þekkja og kenna barninu sína á, skilji. Að skömmin væri ekki þeirra. En þær fengu bara svo sterk skilaboð frá umhverfinu, allar þessar stúlkur, að þær voru druslur sem ætti ekkert betra skilið og þar af leiðandi sáu þeir ekki aðra leið út úr sínum aðstæðum. En ég sagði víst áðan að ég vildi reyna að gæta jafnvægis í minni umfjöllun. Nú er ég búin að hamra á sorgarsögum svoleiðis að maður er bara sjálfur án klökkur. Þannig að mér er sönn ánægja núna að leysa ykkur út með sögu sem snýr við blaðinu vegna að sem betur fer enda ekki allar illa. Sem betur fer eru til sögur sem gefa okkur tilefni til að horfa björtum augum fram á veginn og uppáhaldssagan mín í þeim efnum er sagan hennar Jadu. Hún að vísu hefst með hörmungum, sömu hörmungum og Audrey og Rita upplifðu. Hún er 16 ára, fer í partí, drekkur eitthvað sem gerir hana meðvitundarlausa. Á meðan hún er meðvitundarlaus er hún afklædd, beitt kynferðisofbeldi, tekna myndir af því og það fer allt saman á netið. Þetta er ekkert nýtt. Þetta er ofta að gerast. Hins vegar er einstakt við málið hennar Jadu. Þegar maður skoða myndirnar, hún er klálega rænulaus. Hún liggur í svona óþægilegum stellingum, það er eitthvað snúið upp á útlimina, það myndi enginn velja sér að leggjast svona sjálfur. Nema hvað, að eftir að myndirnar af Jadu fara á netið, þá gerist svolítið sem er einstakt í mannkynssögunni. En það er að það upphófst eitthvað það undarlegasta og rætnasta neteinelti sem sést hefur. Og það birtist í því að fólk ákvað að hæðast að Jadu í þessum ofbeldis aðstæðum með því að taka mynd af sér í sömu stellingum og hún lá og setja það á netið og til þess að færa ekkert á milli mála að hverjum verið væri að hæðast, þá var þetta allt saman skýrt í höfuðið á henni. Jada Pose. Og þetta væri ég ekki að segja ykkur ef þetta hefði verið einhver örfá skemmt epli. Það verða alltaf til einstaklingar sem ganga ekki heilir til skógar, en nei, það voru 30.000 Jada Pose færslur á Twitter einu saman. Og þegar mest lét, þá var hægt að læra Jada Pose dansinn á YouTube sem gekk út á það að snúa upp á útlimin á sér í góðu gríni. Og þetta myndi maður ætla að myndi kannski æra óstöðugan. Tala nú ekki 16 ára ungling sem er að reyna að jafna sig á afskaplega alvarlegu ofbeldi sem hún var beitt. En nei, vitið þið að hún Jada, hún ákvað að snúa vörn í sókn. Hún ákvað að stiga fram undir nafni og mynd, smíða sitt eigið hashtag og segja ég er þessi Jada. Ég er ekki brandari. Og ofbeldi gegn mér er ekkert fyndið. Og hrelliklám er ekki grín og ekki kynferðisofbeldi heldur og ég ætla að kalla eftir samstöðu. Ég ætla að kalla eftir samstöðu heimsbyggðarinnar með mér og gegn því sem ég varð fyrir. Takk fyrir. Og vitið þið
að viðbrögðin létu ekki á sér standa og það rigndi inn í 100.000 tali samstöðuskilaboðum frá öllum heimshornum þar sem fólk lýsti við stuðningi við Jeitu og andúð sinni á hrelliklámi og hvers kyns ofbeldi. Og þarna hverfist allt málið afskaplega hugrakka 16 ára stúlku sem þorði að senda út samstöðukall. Og ég vil eiginlega líta svo á að með því að vera samankomin hér í dag að ræða þetta, þá séum við á vissan hátt að svara þessu samstöðukalli. Vegna þess að það sem Jeita vildi einna helst var bara opin umræða og þar getum við öll lagt eitthvað að mörkum. Og við getum til dæmis byrjað að tala við börn í okkar umhverfi. Við getum byrjað á að spyrja þau bara svona almennt hvort þau viti yfirleitt hvað sexting er og hvað þeim finnist það. Þreifa á viðhorfunum, gá hvað þau standa með þetta. Fikra sér svo yfir í reynsluheiminn, hefur fengið senda nektarmynd og ég skal segja ykkur það er mesta furða hvað þau eru tilbúin að segja manni. Það er munu minni, feimni og tepra upp á teiningnum en ég átti vona. Þannig að ég stappi ykkur stáli með það kemur meira upp úr krafsinu heldur en maður kannski gefur sér í upphafi. Þau eru tilbúin að ræða þetta í mjög mörgum tilvikum. Svo myndi ég mæla með að þær fikra sig yfir í áhættuþáttinn, hvað gæti gerst ef þú sendir slíka mynd eða áfram sendir slíka mynd. Því að það eins og við vitum er auðvitað mjög áhættusamt. Og svo síðast en ekki síst hefur látið einhverjum í té lykilorð. Það er svona útbreiddur misskilningur meðal íslenskra barna. Það skiptast á lykilorðum sér svona prófsteinn á vináttu. En hér þarf auðvitað að leiða þetta viðhorfið að sannur vinur ætlast ekki til þess að afsalir þér þinni friðhelgi, heldur þvert á móti sannur vinur virðir þína friðhelgi. Það er eitthvað sem er aldrei of oft sagt. En þetta er allt saman sexting. Hvað hrelliklámi varðar þarf bara að hamra alltaf á því. Fyrst og fremst ekki taka þátt í að áframsenda eða dreifa myndum sem voru ekki ætlaðar öðrum. Hugsi ykkur, þetta er svo yndislega einföld lausn. En ef okkur tækist bara að klippa á keðjuna þarna í upphafi, þannig eru það ekki fleiri áframsendingar, þá værum við búin að leysa málið. Þetta er svona einfalt. Að skapa þetta hugafar, innræta þeim það. Og ég segi þeim mjög gjarnan, ef að fullorðinn einstaklingur sendir ykkur nektarmynd, þá sjálfsög eigi að láta mömmu eða pappa vita, af því það eru þetta bara kynferðislegt áreiti gegn barni. En ef þið eignist kærustu eða kærasta sem treystir ykkur fyrir svona mynd, verið þá traustsins verð. Standið undir traustin sem verið að sýna ykkur. Það er svo mikilvægt. Svo þetta búa ekki til dónamynd, eins og ég er búin að ræða með gerviklámi. Maður þarf að vita að nektarmyndir geta alltaf lekið, það er alltaf áhættuþáttur. Myndir sem sýna börn undir 18 eru þetta ólöglegar eins og ég er búin að ræða. Snapchat getur vakið falska öryggiskennd en það er auðvelt að afrita Snapchat skilaboð. Hér kemur lína sem virkar kannski eins og eitthvað monsterverkefni að kenna, gagnrýna, sýna og kynvæta menningu. En í raun og veru er þetta ekki svo flókið. Ég er bara að tala að grípa þessi daglegu tækifæri sem við fáum í lífinu að leiðrétta svona staðalmyndir eins og bara, nú tekið dæmi, næst. Þegar ég sjáðu Kim Kardashian, blessunina, einhver staðar á bossanum. Og ef það er barn eða unglingur í umhverju ykkar, að nota tækifæri og bara, veistu hvað? Þetta er ekki eina fyrirmynd kvenna í heiminum í dag og þetta er ekki eina leiðin til þess að ná frægð og frama. Skilji, þó þeirri hugmynd sér svolítið haldið á lofti. Og það er ennþann dag í dag, árið 2015 er ennþá verið að ljúga því að strákum að karlmennska grundvallist á kynferðislegum afrekum. Það er ennþá verið að halda sér þvælu að þeim. Í tónlistarmyndböndum og kvikmyndum og dægumenningu. Við þurfum líka að snúa okkur á strákum og segja, veistu hvað á ég að segja þér? Karlmennska, það grundvallast á að vera góð og ábyrg manneskja. Ekki hvað þú gerir í svefnherberginu. Það er ekki það sem gerir það að manni. Þannig að ég er að tala svoleiðis svona, mótvægisfræjum. Guardian-stillingar og símum og tölvum, þeir eru eflaust hjá ólíkum símaveitendum, en það er allir með eitthvað og ég hvet ykkur til að kynna ykkur það. Sjálf þreytist ég ekki á að segja frá fagnaðarerindinu, ég komst nýfyrir eða því að ég geti forritað ráterinn heima hjá mér til þess að slökkva á netinu bara í síma stjúpdóttur minnar klukkan 9:30 á kvöldin og ekki í neinu öðru tæki. Og þegar ég verið að monta mig af þessu, það hafa sumir foreldrar svona hnyklaðar brúnir og sagt, býtu, fer hún þá ekki bara á 3G eða? Og ég alveg, nei, hún á aldrei inni. En
ég hveti ykkur til að kynna ykkur þetta algjör snilld. Það gott að tálma netnotkun á nóttunni. Njósnaforrit algjör örþrifa lending. Þetta bara ef þeir eru með barn sem virðir ekki reglur, sífellt að brjóta á sér eða öðrum börnum með einhverjum svona óviðurkvæmilegum myndsendingum með einhverju slíku, að þá getið sest niður með barninu og sagt, heyrðu, nú set ég njósnaforrit, þannig að ég mun sjá hvert einasta skilaboð sem þú sendir og hver einustu mynd sem þú tekur, þangað til að þú nærð tökum á reglum. Ég mæli alls ekki með að gera þetta bak við barnið. Þið gætu bæði valdið skemmdir á traustin ykkar í milli og þið gætu verið að brjóta á friðhelgi barnsins. En þetta eins og ég segi örþrifaráð ef að í öll önnur skjól fokið. Hér næst síðasta glæran, hún bara svona til þess að gefa ykkur smá aðgerðaráætlun ef að mynd af barninu færi á netið, barni í ykkar umsjá eða barni sem ykkur þykir vænt Það bara mikilvægast að muna, barnið brotaþoli í aðstæðunum, ekki auka á skömmina vegna þess að ég get fullyrt við ykkur, þau eru niðurbrotin þegar þetta hendir. Ég hef komið að svona málum og unnið með svona þólendum og það þarf ekki neitt að bæta á skömmina sem þau upplifa nú þegar. Þvert á móti mjög gott að minna þau á að kynferðislegur áhugi og tjáning eru þetta eðlilegu hluti af kynheilbrigði. Það sem ekki eðlilegt að brjóta traust annarra manneskju með ævilöngum afleiðingum. Það það sem ekki eðlilegt, þar á skömmin að liggja. En ef þetta gerist, þá hefur verið gert með góðri raun að höfða til ábyrgðarkenndar foreldra og forráðamanna. Ég veit ekki hvort þið munið eftir því, en þetta var gert til dæmis á Akureyri fyrir 2-3 árum. Þar var móðir sem komst að því að 13 ára dótturinnar var á mynd sem gekk manna á milli. Hún skrifaði bara bréf í blaðið og hafði samband við foreldra og sagði bara, heyri, ef að þessi mynd í símum og tölvum á ykkar heimili, getum við þá staðið saman og hendinni, þar að segja eitt henni út úr tækjunum. Og það tókst bara ljómandi vel. Og ég veit að þetta hefur líka verið gert í fleiri málum, þannig að gera að höfða til ábyrgðarkenndarinnar, samstöðukrafturinn, hann gerir kraftaverkin. Samstarf skóla og skólayfirvöld mjög gott og þá þarf að hafa hraðar hendur, ekki bíða með það. Ef svona mál kemur upp, látið strax vita, þá getur skólinn virkjað eineltisáætlunina og sett málið í farveg. Lögreglan á sjálfsögðu alltaf vera látin vita, sérstaklega börn undir lögaldri að ræða. Og síðast en ekki síst mér sönn ánægja að segja frá hjálparsímanum fyrir þá sem ekki vita að þá þetta auðvita númer sem allan sólarhringinn hægt að hringja í og þá ráðum allt milli heimins og jarðar og létta á sér. Ég get sagt ykkur það, ég hefði svo auðveldlega geta verið bæði þolandi og gerandi í svona máli þegar ég var unglingur. Ekki spurning. Ég hefði bæði geta viljað ganga í augun af þeim sem ég á skotin í ef ástarljóðin hefði ekki dugað, skiljiði. Við vorum samt alveg saman í 6 vikur, sko. En ég hefði hugsanlega geta fallið í þá gjá og ég hefði líka alveg geta verið svo sem freistaðist til þess að treysta bestu vinkonu minni fyrir mynd af kærastanum mínum. En hefði þetta komið fyrir mig, þá hefði ég þurft að æfa mig að rjúfa þögnina í nafnlausu símanúmeri. Ég átti mjög erfitt með að snúa mig beint til mömmu og pappa. Það einhvern veginn þannig að maður vill síst valda þeim vonbrigðum sem maður elskar mest. Þannig að oft það þungustu skrefin eða þyngstu skrefin. Þannig að þetta hefði reynst mér mjög vel að vita af þessu úrræði. Og síðast en ekki síst eru þeir sem að svara í síman þarna margir hverjir búnir að fá námskeið netofbeldi. Þannig að þetta auðvitað gulls í gildi að vita af þessu. Já? Ég ætla að aðtöða þannig að gildir ekki 112 númeri yfir barnavernd, lögregluna og hjálparsíma? Ég veit ekki hvort að, nú fólk hérna í salnum sem veit það eflaust hvort að 112 og 1717 sé samtengt. Þau eru samtengt. Já, segja þau. Við erum með fulltrúa hér í salnum frá 1717. Þetta ekki samtengt. Ekki samtengt. Þetta tengt í 112 og þeir sem tengja mann áfram í Rauðakrossinu þannig. Nei, þeir þeir með besta hring í 1717. Ok. Það komið niðurstaða í málið. Ok. Í 112. Já. Pröfa að tala, betast fyrir að tala 1717. Ok. Já, hringjum að það. Flott. Þannig að þetta er ekki innbyrðis tengt. En einhvað síður, 112 aldrei of oft nefnt. Og þá það loka glæran. Og hún svona til þess að stappa í ykkur stálið að þið getið þetta og þó ég sé búin að standa hérna og reiði upp mér einhverjum prósentum og sérfræði þekkingu, þá þarf enga sérfræði þekkingu til að taka þetta samtal á sínu heimili eða við barn í manns umsjá.
Það enginn með öll svörin, það eru fullt af góðum upplýsingaveitum. Góðu fréttirnar eru auðvitað þær að ef maður á barn og þá maður auðvitað með þá sérfræði þekkingu sem maður þarf, því það þekkir enginn barnið manns betur en maður sjálfur. Og góðu fréttirnar eru auðvitað það þegar börnin vilja opna umræðuna. Það er það sem ég skynja mjög sterkt í öllu mínu starfi. Við þurfum bara að hjálpa þeim. Við þurfum bara að taka skrefi fyrir þau. Þau eru feimin. Við erum fullorðna fólkið. Við eigum bara að taka af skarið. Og hér stendur liður í nútíma uppeldi og kynfræðslu. Og þetta langar mig að segja sérstaklega vegna þess að í dag er bara hægt að fá í raun og veru svona stafrænar sýkingar. Það er ekki bara nóg að tala við börnin hvernig að verja sitt svona líkamlegu heilsu vegna þess að það að fá í raun og veru svona hrelliklámssýkingu í sitt mannorð er bara alveg grafalvarlegt og jafnvel ólæknandi. Ég reyni ofta að fá börn til að hugsa út fyrir kassan í myndlíkingum og ég spurði krakkahóp, ekki fyrir löngu, mundu þið einhvern tímann, að því ég reyni að fá þau til að hugsa að biðja einhvern nektarmynd og það sé ekki sjálfsagt. Þá spurði ég, mundu þið einhvern tímann biðja einhvern að borða nota tyggjó upp á götunni? Og það finnst bæði vei krökkum ólýsanlega ógeðslegt. Og ég segi, ok, af hverju ekki? Af hverju myndu ekki biðja einhvern að borða nota tyggjó upp á götunni? Og þá var nú eitt fljótur að svara, hann bara, að því maður getur fengið ebólu. Og áður en ég náði að svara honum, þá gaf sessunautur hans honum olnbogaskot og bara, gaur, þú meinar herpes. Og það er raunar glettilega góð samlíking, ykkur að segja. Af því að herpes er ólæknandi sjúkdómur, þegar maður einu sinni kominn með hann, þá er hann ekki að fara neitt og hann getur dúkkað upp hvenær sem er. Það er svolítið eins með svona hrelliklám. Þegar maður er komið með þessa sýkingu í sitt stafræna mannorð, þá er það svolítið komið til að vera eins og tæknin í dag. Það er ekki útlit fyrir að við getum losa okkur alfarið við það og það getur alltaf dúkkað upp. Fer út af einni vefsíðu en birtist á annarri. Þess vegna er ekki nóg að segja börnum í dag að nota bara smokkinn. Við þurfum líka að kenna þeim að verja sitt stafræna heilsu, skulum við segja. Og ekki bara sína, við berum svo miklu ábyrgð á hvort öðru á netinu. Við þurfum að kenna þeim að ganga vel orðspor annarra og vera traustsins verð í einu og öllu. Þannig að þá er ég í raun og veru búin að ljúka minni framsögu og ætla að gefa orði laust fyrir spurningar ef einhverjar eru. Og fyrir þá sem að horfa á þetta á upptöku, þá er mér sönn ánægja að segja frá því, það verður hægt að senda inn fyrirspurnir sem að verður svarað með glöðu geði og ég hveti ykkur til þess. En já, það er spurning strax. Hverju get ég svarað? Allt sem þú búin að segja. Já. Og þessar brjálæðislegu kynjaslagsíður sem virðist verið í þessu. Sterkur og greinilega fórnarlöfana. Og maður hlýtur að tengja það við undirliggjandi kvennakón, bakslagi, kvennabátu og þetta alls saman. Og þær fyrirmyndir sem eru í gangi í heimi krakka og okkar allra. Er þá ekki nauðsynlegt að nálgast fræðslu til þeirra annars vegar stráka og hins vegar stelpna á gera ólíka nátt. Þessi orðarna sem eru höfðist einhverjum strákum, þetta er náttúrulega óhugnalegu heimur sem að stelpunum okkur búa í hafa til þessi. Og það er ekki nú að fást fyrir einhvern veginn afleiðingar. Við þurfum einhvern veginn að breyta, þjóðum að breyta viðhorf krakkana og sérstaklega frá stráka, þannig að þeir sé ekki að stunda með þrýsting og sé ekki krefjast þessu af stelpum og íta þeim út í þessu átt og svo hínbóin að styrkja sjálfsmynd stelpnanna. Já. Þannig að það hlýtur að það nálgast þetta á einhvern ólíkan máta. Sko, ég vil alltaf nálgast krakka bæði í einu. Mér finnst mjög mikilvægt að stelpur og strákar sitji bæði undir sömu fræðslu og fái sömu skilaboðin beint í æð. Hins vegar dreg ég ekkert í dul að það er mikil kynjaslagsíða. Og ég tala mjög opinskátt það og þegar ég spyr krakka af hverju halda að sé svona mikill munur á stelpum og strákum, þá kemur svarið alltaf strax úr salnum. Þau bara, að því strákar biðja myndir. Þau vita þetta og eru meðvituð það. Og það er einmitt mjög heillandi umræða, af hverju biðja strákar frekar það. Og stundum ef tími leyfir þá förum við út í þá sálma, en að sjálfsögðu þarf að ræða að hlutgerving er aldrei í lagi. Hún er ekki heldur í lagi af hálfu stúlkna en það er náttúrulega miklu meira gert í hina áttina. Þess vegna hamraði ég á að kenna gagnrýna sín
á kynmæta og klámmæta menningu. Það aldrei sjálfsagt að hlutgera neitt. Það aldrei sjálfsagt að biðja nektarmynd. Það alveg sjálfsagt að hafa áhuga á nekt. Það líka sjálfsagt að vilja deila henni, en þá hvet ég krakka alltaf til að gera það frekar í eigin persónu. Það bæði innilegra og síður líklegt til að bíta mann í rassinn á atvinnuumsókn eftir 10 ár eða eitthvað slíkt, sko. En ég skil hvað átt við og jú, það þarf að tala þessa kynjavinkla. Ég vil samt ekki stíga kynjónum í sundur í fræðslu. Ég vil alltaf hafa þau saman og reyna frekar að virkja bara sama ábyrgð í hópnum. Að þau standi hvort með öðru þvert á kynjalínu, sko, ef ég mögulega get. Varst þú með spurningu? Já, ég bara vil segja það að það sé mjög mikilvægt að kynjafræði sé kennt í skólum og þar að leiðandi væri hægt að vinna. Gæti ekki verið meira sammálaðir. Kynjafræði í skóla. Ef að Illugi menntamálaráð sé þetta einhvern tímann. Kynjafræði í skóla. Við erum mjög ánægð með það. En hvað segir ég? Já, var ekki hérna á kantinum? Mér langaði bara til að leggja inn í umræðina. Það er alveg fáránlegt að það sé möguleiki á því að 13 álingur gefur eitthvað og setur á sig myndameti að það hafi þau áhrif 15-20 árum síðar á líf þessi barns að einhver vinnuveitandi til dæmis kippi sér upp við það. Þurfum ekki svolítið að ráðast gegn því eins og þannig Fríða Mýrdal var. Þurfum svolítið að ræða það bara við okkur sjálf sem samfélag. Ættum við alveg að gera það skammarlegt að einhver unglingur hafi einhvern tíma sýnt á þessu brjósti. Eða tilli, eða fyrst. Mikið er ég þakklátt fyrir þetta innlegg vegna þess að mér langar svo mikið að gera það að áskorun til ykkar sem eru hér samankomin og þeir sem þetta sjá að skilja ykkur eftir með svona áskorun frá mínum bara dýpstu hjartarótum sem einmitt snýr að Fríða Nippúls og dæmi sér nefnt en þarna gáfu 12.000 íslenskar stelpur og konur upp bolta. Og það okkar að sjá til þess, okkar samfélagsins að grípa þennan bolta. Og sjá til þess að þessar stúlkur einmitt verði ekki fyrir því að þeirra tækifæri í lífinu sé núna takmörkuð. Vegna þess að þessar myndir geta ratað hvert sem er og hver sem er getur snúð út úr þeim og sett hann á klámseyru og svo framvegis. Þess vegna langar mig að skora á ykkur ef að við hér inni eða þeir sem þetta sjá erum einhvern tímann í aðstæðum þar sem við getum haft áhrif á mannaráðningar. Ef við flettum upp umsækjanda og finnum nektarmynd eða eitthvað klámfengið að láta það ekki hafa áhrif á stöðu umsækjandans. Vegna þess að við vitum aldrei hvað er þarna bakvið. Þetta gæti verið feikuð mynd, þetta gæti verið þjófnaður, innbrot einhvers konar gögn, þetta gæti verið maki sem brást trausti, þetta gæti hreinlega verið einhvers konar leki, það er svo margt. Þetta gæti verið Fríða Nippúl mynd í 12.000 tilvikum núna. Þannig að ég vil bara undirstrika það er okkar að búa til heilbrigt samfélag fyrir börnin okkar sem þurfa síðan að vinna einhvern tímann og þurfa að vinna sér til metorða og við þurfum að sjá til þess að þau geti það. Þóttu hafi tekið þátt í Fríða Nippúl eða einhvern tímann tekið af sér djarfa mynd eða eitthvað slíkt, að það sé ekki þá útgangspunktur sem að verði einhvers konar gálgi þeirra alla ævi. Það okkar að sjá til þess. Og þannig tökum við náttúrulega vopnin af þessum anstíkilegu Akkúrat. 35 ára Hollandi. Það eina leiðin til að endanlega slá vopnin úr höndum fólks. Hins vegar vil ég líka læða því að þótt að Fríða Nippúl sé frábær bylting sem átt sér stað, þá ger ég mig grein fyrir því, ég veit aðeins svo mikið hrelliklám til þess að trúa því að það sé endanleg lausn, því að auðvitað er ekki allt hrelliklám brjóstamyndir. Auðvitað er að ræða myndir af alls konar líkamspörtum og kynlífsathöfnum og annað. Og mér finnst alveg fáránlegt að það sé hægt að kúga aðra mannesku með nektarmynd, því öll erum við nakin undir fötunum. Og mér finnst ennþá fáránlegri í raun og veru að það sé hægt að kúga aðra mannesku að því hún sýndi einhvern tímann kynferðislega tilburði. Við vitum alveg að það er hluti af kynheilbrigði, að hafa áhuga á kynlífi. En það snýst víst ekki hvað mér finnst, þetta snýst hvernig fólk er dæmt fyrir svona athæfi. Og þar getum við öll hreinsað upp viðhorf. Við getum öll verið í þeirri herdeild að dæma ekki fyrir þessu óskup eðlilegu í raun og veru kenndir. Þannig að Ásta þakkir fyrir að gefa mig færi á þessum sjónarmiðum. Já? Mér langaði bara að spyrja, hvenær á að byrja að tala við börn? Hversu ung eiga börn að vera þegar þú byrjar að útskýra fyrir þeim þennan veruleika? Hvenær á að byrja að tala við börn er spurningin og svarið mitt er þegar barnið fær snjalltæki í hendur. Það er svo sterk tenging þarna á milli og í Danmörku að fara í sérstakt átak í 6 ára bekk vegna þess að þar voru svo mörg 6 ára börn farin að sýna
alls konar kynferðislega tilburði fyrir framan snjalltæki og taka af sér myndir. Þannig að ég segi bara leið og barn fær snjalltæki, byrja að tala auðbyrga myndhegðun, þar að segja hvenær maður sendir myndir og hverjum og hvort það yfirleitt að vera nettengt, sko. En svo auðvitað færi maður í aukana eftir því sem barnið eldist. Og í dag myndi ég segja að 10 ára bekkur, þegar ég held fræðslu fyrirlestrar fyrir þau, þá kemur alls konar reynsla upp á kafinu. Stundum hugsaði með mér þegar ég gengi inn í svona lítinn krakkahópi, ég hugsaði að það getur ekki verið að sé reynslusaga í þessum hópi, þau eru svo lítil. En ég reynist alltaf að hafa rangt fyrir mér. Og mér sérstaklega minnist að daginn að 9 ára stelpa sem rétti upp hönd og segi ég var fyrst beðin nektarmynd þegar ég var 7 ára. Ég var bara of lítil til að skilja á hvað var verið að segja við mig því ég talaði ekki ensku. En stóra systir mín kom að skjánum og túlkaði fyrir mig hvað verið væri að biðja mig Þannig að eins og fyrr segir og eins og tölurnar sýna að 7,5% af nektarmyndum af krökkum eru tekin af þeim sjálfum undir 10 ára aldri. Þannig að það bara full þörf að byrja snemma. Bara að byrja leið og snjalltæki komið í hendur. Að tala einkastafi og mörk, sko. Þannig að það mitt svar við því. En ég veit að þeir eru mörg tímabundin, þannig að ef það ekki fleiri spurningar úr sal, þá ætla ég eiginlega bara að fá að þakka kærlega fyrir mig, fyrir að fá tækifæri til þess að koma þessum upplýsingum og framfæri við ykkur og eiga þetta innihaldsríka spjall. Og ég ætla kannski bara að fá að segja mig að lokum. Takk! Og auðvitað sérstakar þakkir til Vodafone, styrktaraðilans, sem gerði mig kleift að fara með þessa fræðslu víða og raun ber vitni. Þannig að Vodafone á mínar bestu þakkir og verðskuldar raun og veru annað klapp.